hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með gesti frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og nú erum við komin yfir í íshokkí í fyrsta skipti á þessari leiktíð sem við fjöllum íshokkí og við erum náttúrulega búin að gleyma alveg að fjallum fyrstu umferðina annað en úrslit leikja og nú er komin á línuna einn að, fórspröngum ESU liðsins og það er Ólafur Hrafn Björnsson. Komdu blessa á sætleðingi. Já, blessar. Herru, hvernig er að vera komið með þetta nýja lið þarna ESjan inn í tímabilið? Herru, það er bara stór fínt og ég vil svona halda þér fram að við sem bara búin að gjörbylta íslensku hokkeysamfélagi með stofnun þessa liðs. Búin að setja allt á annan endan. Já, en það hefur, leiktíðin farið vel að stað? Mjög vel, kannski ekki fyrir okkur en svona fyrir íshokkí eða heila það hefur nú farið mjög vel að stað. Og loksins fleiri leikir og vera fjör? Já, það eru spilaðir held ég í venjulegu umferð spilaðir 24 leikir á hvert lið. Núna þetta árið það hafa verið svona 16 hingað til, þannig að við erum búin að með stofna þessar liðs, þá erum við búin að stuðla því að leikjum verið fjölga alveg verulega sko. Ef við byrja að spyrja því, hvenær byrjaði þú í íshokkí? Ég bjó í Svíþjóð þegar ég var krakki og ég byrjaði þar þegar ég var bara polli sko. Þannig ég hef verið í þessu allar tíð. Já. Og hvernig er svona stemningin að það er náttúrulega nýtt lið og þið er náttúrulega komið þarna úr mismunandi áttum eða úr hérna sitt hvorum liðunum, úr SR og Birninum. Er þið alveg að ná vel saman svona á æfingum? Já, mjög vel. Þetta er allt vinir sko og svona flestir sem hafa verið í hockey í Íslandi þekkjast svona genið landslið og annað. Þannig að þetta er allt bara góði félagi sem er í þessu liði. Já, þannig að þið hafa ekki farið að slást á fyrstu æfingunni? Nei. Já. Fyrsta leiknum, ekki fyrsta æfingunni. Nei. Hvernig er svona, með hvernig tímabili hefur farið að stað, er eitthvað hægt að segja til hvaða lið eru sterkust í þessari leiktíð? Það er náttúrulega SA reyndar heldur náttúrulega svolítið sínum leikmannhóp frá síðasta tímabili? Já, Akureyri eru með sama leikmannhóp frá í fyrra sko, þeir eru með mjög sterkt lið og hafa verið með núna undirfarið 2-3 ár. Þeir eru held ég á toppnum núna, hann sem segir bara sitt. Svo í sambandi við hinliðin, mér finnst þau hinn þrjú vera mjög jöfn sko, en svona eins og ég segi fyrir mínu parta þá hefum við ekki náð að vinna nema eitt leik. Nú erum við búin að spila 4 leiki held ég. Já. Sem við ættum að geta betur sko. En eins og ég segi, mér veist þessi 3 lið sem standa eftir vera mjög jöfn. Og eiga alveg fullt erindi í að vinna þessa á góðum degi. Líka sko. En þetta eru, tímabilið er nú nýhafið en þetta eru rosamargir leikir á stuttum tíma eða ekki eða? Jú, ég heyrði eitthvað segja að við myndum spila 17 leiki bara fram að jólum sko. Já. Sem er meiri hlutin af tímabilið, þannig að þetta hefur farið mjög hreint af stað sko. Og hvernig gengur ykkur að vera með vinnu með þessu öllu? Já, sko, það gengur eiginlega ekki nógu vel vegna þess að við fáum í rauninni enga ístíma almennilega á almennilegum tíma. Við erum að æfa byrjum að æfa korter í 11 á kvöldin og erum ekki komin heim til okkar fyrir kannski 12:30. Þannig að það er svona heldur dablegt og það er svona hinliðin á þessu að við höfum ekki fengið nógu góða aðstöðu né nógu mikið ístímum. Nei. Til þess í rauninni að geta verið hokkilið sko. Já. Og það er hægt að benda á það að við erum með kannski rétt rúmlega helmingina þeim ístíma sem SR fær. Við erum í sömu höll og þeir, við erum bæði liðnir í Laugardalum og við fáum bara svona, 56% af þeim ístíma sem þeir fá, fyrir það að þeir fá hann á miklu betri tímum sko. Þannig að það er svona smá pólitík í þessu svona? Það er pólitík í þessu og það er á brattan að segja fyrir okkur en svona miðað við það þá gengur okkur ákveðlega sko. Bara eftir þetta. Þetta mótlæti. Já, en það er náttúrulega, með tilkomu ESU-nu þá má jafnvel búast við því að það verður jafnvel bara byggð kannski í framtíðinni enn einn aðstæðan? Já, það er tilgangur með þess að reyna þess að bara full nýta þess aðstöðu sem er og vonandi þrýsta á að vera byggð ný höll sko. Ég var einmitt að láta mig þetta í hug þegar þú hringdir í mig að Selfoss ætti að fara huga að því að byggja svell, það er nóg pláss þar. Já, við verum enga stund að koma með hörkulið það sko. Nei, nákvæmlega. Sunnlensku stálin? Sunnlensku blóði. Já.
Ég held að það myndi bara koma ykkur á toppin fyrstu leiktíð, sko. Já, við látum allan ekki Norrlendinga vinna okkur, það alveg bókamál. Nákvæmlega. Alveg sama hvað íþrótt það í. Það var ekki úr vegi. En annars voru plön, sko, fyrir hrun, eins og maður segir alltaf, fyrir hrun, það voru plön að einhver staðar ég man ekki hvort staðar í Hafnarfirði að Kópavogi eða Garðabæ staðar að reisa höll og komna teikningar og allt saman, en svo fór allt í rugli í þessu hruni, sko. Þannig að við erum svolítið að byrja upp nýtt eftir hrun. Já. Og með þessu framtaki okkar með að stofna þetta nýja lið, þá erum við í rauninni, sko, helmingurinn af ásendingum sem að þrýsta á að vera byggðin í höll og vonandi að við fáum að fara þangað í framtíðinni. Og þjálfarinn eitthvað, það Gauti Þormósson og já, þetta fyrst skiptið það ekki sem hann að þjálfa? Jú, það fyrst skiptið. Hann búinn að vera að spila hokki alveg fram að í rauninni þessu, sko. Ég held að hann ætlaði nú fyrst að vera leikmaður, sko, en hann eitthvað tæpur í bakinu kallinn, hann ákvað að þjálfa. Það hefur bara gengið mjög vel. Hann flottur þjálfari. Þetta náttúrulega, já, kannski ekki auðveldasta verkefni í heimi að vera að þjálfa nýtt lið og þarna eru menn með mismunandi bakgrunn náttúrulega og sitt hvoru félaginu, Birninum og SR? Já, ég segi það, ég held að það sé alls ekkert auðvelt. En hún gengur vel. Ná til okkar. Já, en hvernig svona með stemningun í liðinu, eru þið þá ekki alltaf svona öðru hvora að skjóta á hvern annan, svona, já, ég hafði betur en þú í fyrra? Já, ég veit það ekki, meiri hlutin hann úr Birninum, en meiri hlutin helmingurinn kannski og helmingurinn gamlir S-inningar, sko, og hvornu liðinu hefur gengið eitthvað vel síðust ár, sko, þannig að það svona lítið monstrasa, sko. Já. En það samt sem áður, þess að sterkir einstaklingar sem komið inn í lið og þetta hörku lið, sko. Og svo náttúrulega, já, kvennadeildin, hún ný hafin líka? Hún ný hafin, já. Og já, þar eru skráð 4 lið, eða hvað? Nú, Innjunnar, eða þetta bara 3 lið kannski, SR og... Innjunnar, já, ætla að sé ekki Akureyri sem eru með svona marga stelpur, þannig að það geta komið með 2 lið. Já. Og þá þetta 2 lið frá þeim. Nú grunna það, þannig að fylgir því meira með köllunum, sko. Já, sjálfsögðu. Já, ég ætti nú að fara að mæta kannuleik eins og þess, svona þegar þú minnum að... Já, svona minnaði á það. Já, sjá hvað í gangi þar. Það eru hörku flottar í þessum þar. Hvernig já, nú ertu náttúrulega búin að æfa íshokkí lengi og hefur ferðalögin alltaf norður á Akureyri og eins fyrir Akureyringa að fara alltaf söður. Er það ekki bara orðnir svolítið vanið því að ferðast þarna? Jú, ég held að það sé allir þeir vanið, sko. Fyrir mína parta þá get ég sofið alla leiðina, sko, þannig að ég finn ekki mikið fyrir þessu, en ég held að svona almennt sé að fólk bara orðið vant þessu, sko, og að gera þetta alla barnæskuna og upp alla flokkana. Alltaf að fara að hanga í annarkvært leik, sko. Já, 4 hvert leik. En það var heldur betur fjör helgina því að það var ansi margir leikir í gangi þessa helgi. Já, það voru margir leikir í gangi. Ég fylgist bara með mínum eiginleikum, sko. Hvaða leiki voru í gangi, sér? Það var náttúrulega ykkar leikur fyrst. Já, okkar leikur, jú, það segir satt. Og S.A. Björnin og Akureyri. Já, S.A. Björnin og Akureyri. Já, 2 leikir í gangi þessa helgina. En hvernig gengur ykkur hérna eins og nú það að æfa langt fram eftir kvöldi og sagður ekki að þið verið konir heim 1 litið? Já, svona 12:30 kannski stundum. Og já, þið hljótið eiga ansi ánægar konur heim á okkur, víst að þið getið komið svona seint heim? Já, það eru ekki par sátt að vita, sko. Nei. Og svo held ég að drenginni sé ekkert að mæta klukkan 8 í vinnu, sko. Nei. Alltaf ekki hressir, sko. Nei, ekki alveg svona þeir ferskustu. Nei, einmitt. En þetta náttúrulega bara þolinmæðið það ekki, svona hjá ykkur og... Jú, þetta bara verkefni sem fólk samþýtti að sem sagt fara í, sko, og þá verðum maður bara að taka þessu og reyna að gera sitt best úr svo, og svo verðum við að gera sem með klefa, sko. Nei. En svo, það annar mál, sko, við erum með pílunitlega geimslu og svo nekkurinn að löpum við á milli klefa þannig niður í Laugardalnum. Þetta eiginlega hálf fáránlegt, sko, fyrir fullunda menn, sko. Já. En við höfum gaman þessu samt. Já, það hægt að mynda greinilega samt stemningu. Þið náðuð allan að gera það besta úr þessu. Já, en þetta það sem við vissum reynda þegar við lögum upp með þetta verkefni, sko. Það er engin aðstæða til, sko. Aðstæðan full nýtt og við erum, sko, og það hugsa út í annað, þá erum við, sko, örugglega eina, ég veit ekki hvort við sem eina íþróttin, en við sem alltaf eina fáum íþróttin, þetta íþróttarhreyfingum á Íslandi sem, sko, þurfa að deila keppnis- og æfingastöðu sinni með almenningi, sko. Utan það, þú getur ímyndað að það væri bara grillveislir en það í frostaskjólinu og grasinu þeirra þegar þeir ætlaði að fara að æfa, sko. Já. Það væri svolítið skrítið, sko. Já. Þannig að fyrir utan það bara þrjú svell á landinu, þá eru alltaf einhver almenningur að nota það, sko. Þannig að
þetta er vægast sagt fullnýttast það, sko. En svona aðeins að finnst þér frá því þú byrjaðir í íshokkí, finnst þér ekki áhugin samt orðið meiri fyrir íshokkí en var? Jú, hérna á Íslandi? Smátt, hefur alltaf aukist, sko. Og svo reyndar núna síðustu ár hefur mér svona finnst það aðeins dala, en það hefur verið svona í takt við, sko, deildina, hún hefur verið svona leiðilega að horfa á svona síðustu ár. Það hafi verið 3 lið, en hvert lið hefur sem sagt komið með 2 lið í keppni, þannig að það hafi verið 6 lið. Og þá sem sagt eru leikir, sem sagt það eru A-lið og B-lið frá hverju lið. Þá eru þessi leikir á milli A og B-liða sem eru hundleiðilegir að horfa á, eru bara rúst, sko. Skilur hvað ég menna, þannig að deildin hefur svona verið leiðilega áhald síðust ár, sko, það hefur kannski orsakað svona minni spenningu. Svo finnum maður, sko, mjög sterkt fyrir því núna þegar komið 4 lið, hvað stemningin er gríðarlega mikil, sko. Og eins og ég man, þegar einhver úrslitakeppni bara hæst hérna fyrir nokkrum ára síðan, þá var ég í byrninum og þá var börnin í þessu skipti úrslitum, þá minnum ég að það mætt, sko, með yfir 1000 manns á úrslitaleik sem er bara mjög mikið, sko. Ég held að það sé bara eins og úrslitaleik í handbolta, sko. Þannig að það er stemning fyrir þessu og svo má ég líka nefna það að þegar þetta hefur verið sýnt í sjónvarpinu í Íslandi þá hafa áhorfendurtölurnar verið mjög háar. Þannig að það er einhver... Maður límist allan að við þetta þegar maður horfir á þetta. Hvað segirðu? Maður límist við þetta? Já, og ég held að þetta sé svona sport sem að allir myndu vilja prófa, sko, því að hverjum finnst leiðilegt í bandi til dæmis? Það er örugglega engum. Nei. Örugglega engum. Og hvað þú ert komin á svellið? Þetta er mjög skemmtilegt á þess. Þetta er hratt. Þetta er nóg mörgum, sko, en samt ekki ómörg mörg, sko. Markmenni verja meira hlutan á skotunum annað en til dæmis í handbolta. Og svo er náttúrulega púströður og svona. Þetta er skemmtilegt á þess, sko. Og svona allavega finnst mér svona með svona meira svona spennandi íþróttum að horfa á, sko. Það er alltaf, þú veist það, öll geta unnið öllu í þessu spili, sko. Þannig að það er svona, þetta býður upp á ýmsa svona fítisar, sko. Það er mjög skemmtilegt að tala. En hvernig er með eins og, iðgöndur, yngri iðgöndur sem eru kannski orðnir úlingar, það er hæst þarna hjá okkur annar flokkur, en þeir eru búin með annar flokkin, er ekki svolítið eitthvað erfitt fyrir þá til dæmis að halda svo áfram, því að það er náttúrulega ekkert mikið úr liðum að móða? Nei, það er nefnilega ekki mikið að liðum. Það hefur verið þannig, sko, sérstaklega ekki núna, vegna sem núna er deildin og að styrkja, sko. Öll lið með útlendinga og eiginlega bara fulla róstir að hafa fullandi mönnum, sko. Það var þannig í gamla daga að voru svona eiginlega börnin á milli svona 16 ára, 15-16 ára pjakkar að spila. En svo hefur dreigið svolítið úr því núna. Og það er, eins og ég segi, annar flokkur, það sem eru, held ég, mann í hverju gamla þar, allir þessi ekki undir 18 ára í öðrum flokki. Þannig að það er svona smá bil sem þyrft að brúa, en annars svona hefur þetta líka verið þannig að þeir sem halda áfram, sko, eftir svona grunnskóla, þeir sem halda áfram í hokkíinu svona eftir 16 ára, þeir eru svona á meistarflokkskalibur og eru svona nógu góðu til að vera í meistarflokki. En eins og ég segi, ég get alveg ímyndað með það eins og öðrum íþróttum sem margir annað sem sé ekki það í þess að það mikill alveg þeir vilja vera í meistarflokki en vilja samt spila, sko, og þá er eina í stöðinu fyrir þá að fara í Old Boys, sko, sem er kannski svona ekki kannski rétt í félagskapinu fyrir ykkur unglinga, ég veit það ekki. Ég voru reynda sumir í Old Boys. En svona, það þyrfti bara, eins og ég segi, bara meiri svona betri aðstöðu, meira áhuga og svona meira áhuga svona stjórnvalda eða hvað segir maður. Já, fólk sem ræðir ykkur til þess að svona að bæta aðstöðun í þessu, þá náttúrulega oftast mjög margir möguleikar. Bara gera eina íshokkí Hörpu? Já, nákvæmlega. En hvernig nú er náttúrulega árangur landsliðsins á besti í sögunni, má segja að landslið hefur valla verið jafn sterkt og það er nú. Nei, það svona menn vilja meina það að þetta sé svona sterkasta landslið allavega í fyrra sterkasta landslið sem hefur verið, en það sást það alveg á árangunum, sko. En það eru svona lykilmennir í þessu landslið eru svona uppaldir í rauninni í Svíþjóð. Það má segja það hefur hjálpað gríðarlega mikið, sko, til þess að svona komið sér upp á hærra plan að vera með svona 4-5 eða svona 3-4-5 leikmenn sem eru hafa verið allir tíð í síðu, sko. Svo eru krakkar hérna frá Íslandi sem hafa farið út að spila og svona og einn strákur sem er í Bandaríkjum að spila mjög sterkt deild núna sem var reyndar ekki í landsliðinu fyrra. Hann er landsliðið á hann inni, sko. Þannig að þetta er svona, þetta er svona sterkir krakkar frá Svíþjóð og sterkir strákar frá Svíþjóð sem hafa verið að rífa þetta svolítið upp og svo náttúrulega bara góði leikmenn hérna frá Íslandi, sko. Já.
þannig að þetta góð blanda og landsliðið rauninni miklu sterkara heldur en sko, maður myndi halda með að við yfkandatölunar hérna frá Íslandi sko. Þjálfun í íshokkí, hún búin að taka framförum á síðustu árum? Heima fyrir? Já, það hafa sko, allavega meðan ég hef verið, hafa einlega alltaf verið erlendi þjálfarar í flestum liðum. Þá fluttir inn sko, vandamálið bara þeir eru svo dýri sko. Núna sér maður sko eins og, núna fyrst er sem sagt, 2 af 4 þjálfurum deildin íslenskir. Og það í rauninni bara einstakt sko, það hefur ekki verið þannig áður, sem mjög jákvæmt. Það var þetta strákar sem hafa að spila sjálfur og eru hættir að spila og eru farnir að þjálfa. Og þá þetta komið þetta svona second generation hockey players eða hvað segir maður, þá eru komnir menn í hreyfinguna sem hafa að spila sjálfur og vita hvað þeir eru að gera og það er náttúrulega mjög jákvæmt, þetta er náttúrulega svo ungt þannig að það er ekkit sjálfsagt. En nú þekkt fyrir ykkur íshokkímönnum að því að þeir eru ansi vel klæddir, að það tekur sér tíma allan eins og með markmannsbúningin, það skilst að það sé nú ekkit einfaldasta máli í heimi að fara í hann. Hann fari hann, nei, hann er svolítið stór og þungur, eða var alltaf þungur, þetta er náttúrulega svo létt efni í þessi dag. Þetta er svona, þetta er ágætis galli, sko. Þannig að líka, það er þá ekki, sérstaklega fyrir markmennina, sko. Það er ekki þá sér æfingu í það, bara að klæða sig í gallan? Já, það kemur fljótt, þetta er svona alls snúru sem það er að binda og festingar og svona. Ég held að það átti svona alveg á þessu, þeir eru aðeins annar borð, sko. Já. En nú er Esjan komin til þess að vera eða ekki, eða svona, það er alltaf að drauma ykkur að halda áfram eða ekki til framtíðar? Jú, ég vil meina það. Já. Komin til að vera, en það, sko, deild með minni 4 liðum er ekki deild, sko. 4 lið er algjört lágmark, finnst mér, sko. Og þetta við vonum bara besta. Og þetta er náttúrulega langt tímabil og, með stuttum millibil og millileikja, þarna eru þið að fara að leika 17 leiki fram í desember. Já. Það er sessilegt törn hjá ykkur. Það er ágætis törn. Svona. Það verður svona spennandi að sjá hvað gerist. Nákvæmlega. En Ólafur, svona í lokin, ef að ykkur sem hafa áhuga að byrja að æfa íshokkí, það er aldrei of seint að byrja það nokkuð, að prófa sig áfram? Nei, aldrei of seint. Það er bara að mæta æfingu, ef maður er eldgamall þá getur við bara að mæta óldbus. Og hvað vantar ykkur í Esjuna? Þurfum við ekki eitthvað nagla eða eitthvað svo leiðis? Nagla? Já, ég veit það ekki. Nei. Og vantar kannski helst keilur og pekki, nei, ég segi svona. Já, við erum með sína leikmennana og við vantar æfingutíma, það er sem okkur vantar. Og það kemur... Það læg okkur og klefa og svona, það kemur með kalda vatninu, sko. Já, engin spurning. Já. Ólafur, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma, en svona rétt í lokin að þá hlýtur að fylgjast með það ekki út í Bandaríkjunum í hokkinu þar, hérna NHL-deildinni? Hún var að fara af stað. Hún var að fara af stað. Og hvert er svona... Ég er að fara af stað. Já, og hvað er þitt lið þar? Mitt lið? Já. Það er eftir að segja, ég svona held eiginlega með lélegasta liðinu, þannig að mjög leiðilegt að fylgjast með. Nú? Það er Edmonton Oilers. Já, þú kannst ekki valið skemmtilegra lið? Já, ég vil meina að ég verði góður á næsta ári, sko, ég er búin að segja þetta mörg ár. Já. En já, Chicago Blackhawks er svona hittlið, þeir eru mjög skemmtilegir að horfa á. Já. Þeir eru með svona ungar stórstjörnur, mjög svona, hvað segir maður, svona, já, ég veit ekki alveg hvað ég segja, svona fyllt af stjörnum. En nú er ég að spyrja þig samt, sko, af öllum liðum sem þú hefði ekkert valið, af hverju valdur þetta lið? Hvaða lið? Þetta sem þú heldur með. Edmonton Oilers? Já. Ég veit ekki, þetta er bara eitthvað sérviska. Ég get ekki skýsta, sko. Nei. Þeir eru flottum treyjum og svona. Já. Voru góður einu sem það er búið á 9. áratunum minnum. Þetta er svona svolítið Leeds, ef maður má segja það. Voru góður einu sinni, lélegir núna. Já. Það er svona köld líka element í þessu, sko. Nákvæmlega. Ég er einmitt að fara... Ég held með Boston Bruins og er að fara á leik núna í nóvember. Bruins? Já. Já, já. Fer á leik einmitt úti. Því amma mín býr þar. Já. Þannig að þetta er einn mesta skemmtur sem maður hefur farið á. Það er að fara á íshokkíleik hvort sem það eru í Íslandi og líka úti. Það er náttúrulega alveg ótrúlega geðviki. Já, ég er alveg samanlega. Já. Nákvæmlega. Ólafur Hrafn Björnsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og við höfum eftir að heyra betur frá okkur þegar líður á tímabil og fleiri félögum. Já, takk sömuleiðis. Og góð umfjöllun líka. Já, við ætlum að halda áfram að fylgjast með tímabilinu sem líður á. Já. Bestu þakkir. Gott er. Já, bless.
Já, farið ekki langt hlustu góður, við ætlum að heyra núna í Akureyringi og hann ætlar einmitt líka að fjalla eins íshockey, hann náttúrulega fylgist alltaf með SA liðinu sínu. Sigurólfur Sigurðsson verður á línun hér eftir smástund, farið ekki langt. Þú ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld með Gesti frá Hæli.